Nú. Tilbúinir. Ok. Núna. Já, komið sælir kjári áhorfendur og velkomin í Akraneshöllina með okkur loksins síðan 2. október höfum við þurft að bíða eftir að sína beint hérna frá knattspyrnuleik frá Akranesi úr Akranesshöll og loksins er komið að. Örn Arnarsson heiti ég, IA-TV með ykkur hérna á þessu föstudagskvöldi. Kári KFR og við skulum bara vinda okkur beint í að skoða byrjunarliðið hjá og hópinn hjá Káramönnum. Í markinu er Marvin Darri Steinarsson, nummer 1, nummer 4 er Gylfi Veigar Gylfason, nummer 7 er Andri Júlíusson, nummer 8, og hann er fyrirliði að sjálfsögðu, 8 er Páll Sindri Einarsson, nummer 9 Garðar Bergmann Gunnlaugsson, nummer 10 Jón Vilhelm Ákason, nummer 13 Birgir Steinn Ellingsen, 21 er Fylkir Jóhannsson, nummer 22 Marino Hilmar Ásgeirsson, nummer 27 Birgir Þór Sverrisson og nummer 30 Sigurjón Logi Bergþórsson. Varamenn er Dino Hodzic sem að mun koma við sögu hérna eftir augnablik þar sem að ég ætla að vippa mér hérna niður á völl og veit honum loksins viðurkenninguna fyrir að vera IA-TV leikmaður Kára árið 2020 og hann mun koma hérna yfir til mín og taka við byggarnum, þessum glæsilega farand byggar. En aðri varamenn eru Haraldur Stullusson, Arnar Már Kárasson, Breki Þór Hermannsson, Gylfi Brynjar Stefánsson, Bakir Anwar Nassar, Aron Snær Guðjónsson og þjálfari. Nýr þjálfari Káramanna er Ásmundur Guðni Haraldsson. Og sýndist dómarinn Steinar Berg vera að gefa merki að það væri cirka 3 mínútur í leik. Og já, mikil vonbrigði hérna fyrir viku síðan þar sem að Káramenn töpuðu í þessum fyrsta leik gegn fjórðudeildarliði Hamas. Og ef að mínar heimildir eru réttar þá hafi Andri Júlíusson fengið rautt spjald í þeim leik en tekur að sjálfsögðu ekki út leikbann þar sem fótbolti.net mótið er nú ekki alveg officialt. Þetta er svona æfingaleikja mót. Þannig að Andri er hérna í liðinu aftur í dag. Og við fórum á misvið þann leik, náðum ekki að sýna hann beint síðustu helgi en það stór viðburður í gangi þá hérna Þorrablót Skagamannað í streymi, þar voru við félagarnir stórskemmtileg viðburður það en sýnist mér dómararnir vera að gera sig klára og þá munu þeir raða leikmönnum upp og Dino Hodzic mun fá vonandi, já hann fær allavega standandi lófatak sennilega, já, þeir gerir fastlega ráð fyrir því að leikmenn muni standa og klappa fyrir honum. Og hann var náttúrulega gjörsamlega stórkostlegur á síðast tímabili fyrir Kára og eins og áhorfendur IA-TV vita þar sem að meðal annars varðan einar, hvað var það, 4 vítaspyrnur í röð sem að ég stórefa að hafi nokkur staðar verið gert annar staðar, bara nánast í heiminum. En leikmenn að gera sig klára og þá mun ég taka mér augnabliks pásu og rölda mér inn þennan völl og sjá hvort ég næ ekki Dino Hodzic leikmanni ársins 2020 til mín.
já, látlaus athöfn og Dino fagnaði vel og eðlilega, en hann á varamannabekknum hér í dag. Marvin fær að byrja í markinu, en það verður svona fyrirfram mundi maður ætla að Káramenn ættu nú að já, vinna þennan leik, en svo sem hefði maður haldið það líka, þeir hefðu átt að vinna Hamar fyrir viku síðan, en svo það náttúrulega úrslitin kannski skipta ekki öllu máli í þessu, þó að ef ég þekki nú Káramenn og þessa stráka rétt þá vilja þeir að sjálfsögðu vinna hvern einasta leik sem þeir fari í. En það heima tríó dómara sem að fá tækifæri hérna, einvala lið. Steinar Berg og Guðmundur Valgeirsson og eru reyndir dómarar, dæmt lengi fyrir KSÍ. En já, hörku vel manna lið hjá Kára hérna í þessum leik. Bara alltaf verða tilbúið hérna fyrir þessi langþráði leikur að fara í loftið, en í að tími sjálfsögðu einu árundir hérna. Við erum hérna fyrir þig, Andri, ánægður með þetta og þetta komið í gang. Þeir eru hérna Páll Sindri og Fylkir á miðunni, Jón Vilhelm svona væntanlega framarlega þegar þeir þrír saman á miðunni. Sýnist þeir vera svona 4-3-3 eins og svo sem séð áður hjá þeim. Marino og Andri Jón hérna sikkur megin við Garðar í framlínunni, Birgir Steinn og Gylfi Veigar. Sennilega á markteignslínunni sýndist þetta vera inn í marktegnum, þannig að við gerum, hann snertir hér boltan með hendinni og það má að sjálfsögðu ekki, en óbein aukaspyrna á marktegnslínunni og KFR menn fjölmenna þá á marklínuna, þeir komast ekki 9 metra frá, þannig að þeir fara eins langt frá þeir geta. Þeir verða að vera á línunni. Steinar alveg klára því. Þó nú leikmaður númer 4 ansi nálagt. Hann hlýtur að þurfa að vera 9 metrar frá. Andri stendur boltan, nú potunum hérna væntanlega á Garðar Gunnlaus. Vænlegast í þessari stöðu en nú yfirleitt að negla honum í markið og þetta varð á línu. Garðar með fast skot. En hann náði ekki gegnum allan þennan hóp. En við erum ekki með leikskýrslu frá leikmönnum KFR. Þannig að við munum gera okkar besta samt að sjáum þetta aftur hérna. Garðar með fast skot og þetta lendir á varnarmanni. Þarna sýndist að vera hérna leikmann númer 17 sem var fyrir þessum bolta. Og þá það KFR sem á aukaspyrnu hérna á Rangstad dæmt þarna niður í horninu. Og Birgir Steinn skallar þetta frá, þetta skallar tilbaka. Birgir. Boltan tilbaka á Marvin. Hefur á Gylfi Veigar. Gylfi Veigar auðvitað einn af þessum strákum sem hefur náð
hefur spilað með meistaraflokki IA eins og Birgir Steinn hefur mér skjallast ekki á leiki þar líka sem og að sjálfsögðu Jón Vilhelm og Andri og Garðar Bergmann, Páll Sindri Einarsson einnig. Þannig að hörku mannskapur. Já, Fylkir aðþrengdur hérna að missi boltan og Marino nær boltanum, kemur á Garðar sem að lyftur honum inn fyrir á Andrin. Þetta er fínt útlöp þarna hjá markverði KF-ferringa. Það er síðan Sigurjón sem að pressar hann að bolta út af. Þarna vantaði mjög lítið upp á að Andri kæmist í gegn. Engin rangstaða. Fyrstur á hennan bolta. Kom tilbaka á Marvin. Marvin á Birgi Steinn. Marino kemur tilbaka. Spilaði þetta rólega sína milli KR-menn. Páll með langa skiptingu hérna. Þetta er nákvæmt beint á lærið á Andra og helspilna frá honum. Ágætis hugmynd. Sigurjón kom hérna í utanlaup en þessi sending frá Páli algjörlega upp á millimeter. Kemur bolti fram beint á Birgi sem að Jón Vilhelm sem nær ekki að taka nógu vel við honum. Það er fínt snúningur hérna. Koma gestirnir. Sendingin inn á miðsvæðið ekki nógu nákvæm. Þeir fá aðra tilraun. Birgir kemur þessu vinnu bolta fyrir KR-menn og Garðar tilbaka á Gylfaðar. 5 mínútur liðnar. KR-menn búin að vinna boltan Andri, fínasta tackling þarna. Já, hann róa þetta niður. Fín vörð hann á leikmanni nr. 7 sem að ætla sér sem að taka hlaup hérna inn fyrir Sigurjón. Það er hann en missir hann út af. Sigurjón kastar þessu inn á Garðar. Garðar reynir að snúa, nærði ekki. En innkast sem að KR-menn eiga. Þessi sending aðeins og löng fyrir Marino út af. Jón á Pál. Palli tilbaka á Birgi Steinn. Hann skiptir yfir á Gylfa. Andri dregur svo á móti boltanum og fær hann. Reynir síðan að læða honum með þeim fyrir. Þetta er allt og ennilega fyrir Jón Vilhelm. Ég er ekki viss að hann hafi nokkuð tíma verið svo fljótur að hann hefði náð þessum. Kemur hár og langur bolti fram. Gylfi Veiga nær að skalla þetta tilbaka á Marvin. Og hann er snöggur að koma þessi í spil, Birgir Steinn. Fylkir droppar hérna tilbaka og sækir hann. Andri mætir tilbaka á Fylki sem er komin hérna á milli hafsendana þeirra. Bakverðirnir færa sig framar á völlinn. Birgir Steinn á Garðar. Páll upp í hornið. Birgir eltir þetta. Nær honum. Fínasta sending hjá Palla. Hann er að ná að finna samherjana vel. Áhugaverð staðreynd að það hefur enginn haft fyrir því að setja hotfánuna niður. Það er ekki alltaf sem maður sér það. Andri með fínasta snúni reynir að koma honum aftur inn fyrir á Garðar. Tekst ekki. Þetta er svo að reynsa frá hann. Það er nú meiri tíma heldur en að hann gerir sig grein fyrir hann. Sigurjón tilbaka á Gylfa. Gylfi á Birgi Steinn. Og Páll Sindri. Palli reynir að þræða hann í gegn á Andra hérna. Þetta er vel lesið. Fylkir hérna missir jafnvægið og
situr eftir, þá koma gestirnir og Káramenn á að komast niður fyrir boltan. Marino vinnur boltan hérna. Gestirnir vilja fá aukaspyrnu, Marino sem er fína bolta hérna yfir á Garðar Bergmann sem er komin einn á móti markmanninu en setur hann fram hjá. Fínasta upphlaup hjá Káramönnum. KFR menn vildu fá aukaspyrnu þarna þegar Marino vann boltan og engin rangstaða hérna en einhver tímann hefði maður séð Garðar setja þennan en það er janúar þannig að við vonum að hann eigi eftir að fínpúsa markaskóna fyrir sumarið. Káramenn náðu einhvern veginn ekki að stilla leiksinn og Káramenn og Garðar náðu ekki einhvern veginn að stilla leikinn saman á síðast tímabili þannig að hann nýttist sem allra best en það er ekki nokkuð spurning að ef að þeir finna réttu leiðina til þess að nýta Garðar og aðlaga leikstíl liðsins að honum og hann kannski að leikstíl Kára þá á hann eftir að verða stórkostlegur fyrir Káraliðið er í nokkuð vissum þó að árin séu aðeins fann að færast yfir. Gylfi á fylki með fína snúning hérna, Sigurjón. Andri ætlar að skipta yfir hérna beint í mótherja en Páll Sindri vinnur boltan hérna eða hvað, nei síðan kemur sendingin hérna upp í vinstra hornið. Marvin þarf að hlaupa hérna tilbaka í markið. Hann er búinn að vera mestmegnis utan teks hérna fyrstu mínúturnar í leiknum. Marvin Steinarsson. Nú er það Fylkir, Jón sækir boltan, Jón lyftir honum fram, Marino í hlaupinu. Þetta er vel lesið af vörninni. Eins geti það nú verið mjög mikilvægt fyrir Káraliðið að fá Marino í gott form meðslagslausan hérna inn í þetta sumar. En kemur langur bolti yfir, Birgir Þór skallar þetta frá, beint á mótherja. Nálgast vítategin hérna, Birgir Steinn les þessa sendingu vel. Og Fylkir, Andri kemur á móti. Hann reynir að finna Jón Vilja en það tekst vel, ná vel saman hérna að vanda. Andri við það komast hérna fram hjá einu, mista hann óþarlega langt frá sér hérna. Vel spilað út úr þessu hjá Rangaengum. Vel gert. Kemur sendingin, hún er beint á Birgir Þór. Hár bolti, Páll Sindri átti erfiðleikum með að reikna þennan út. Og gestirnir konu með hann á ný. Kemur síðan skiptingin yfir til vinstri. Þetta er beint á kollina á Sigurjóni. Jón Vilhelm á Garðar, fær hann aftur. Sendingin aðeins aftarlega þarna fyrir Andri inn á miðun á Pál Sindra. Pál yfir á Marino. Og róað er þetta. Gestirnir allir komnir aftur fyrir boltan. Slök sending en Sigurjón nær að vinna boltan hérna. Garðar með nóplás, hann er að snúa hérna. Læðir honum inn fyrir Jón Vilhelm en fínasta tækling hérna. Vörnin búin að halda þessar fyrstu 12 mínútur hérna ágætlega. Besta tækifæri Káramanna eflaust þó þegar Garðar Bergmann slapp einn á móti markmannin sett hann framhjá og eins þegar að Káramenn fengu óbeina aukaspyrnu innan teiks mjög snemma leiks. En staðan ennþá 0-0. Fylkir á Garðar með fína móttöku hérna, brotið á honum og engin hagnaður þannig, metur Steinar réttilega held ég. Og sjáum þetta hérna, hér er togað í Garðar og Andri var ekki að komast þannig séð í neitt færi. Þannig að Steinar mata og það er ekkert slæmt fyrir Káramenn að vera síðan með
spyrnumann eins og Jón Vilhelm Ákason hérna sem að fara að taka þessu aukaspyrnu. Andri reynda að býða sér stutt hérna, takk eftir því hérna hægra mig við varnarveginn. Hver veit nema við fáum einhverju svona smá fléttu. En hann lyftir þessu inn á fjárstöngina á Garðar sem að kemur honum aftur fyrir marki. Birgir Steinn færir hann þá, leggur hann út á Pál, hann nær ekki skotinu. Jón aftur yfir til vinstri en þetta skalla frá. Já, þeir náðu ekki að gera sér nóg, eða byrju við, þeir eru búin að vinna boltan aftur hérna. Jón kemur honum á Marino upp að endamörkum, reynir fyrirgjöfum, fær hann í sig aftur hérna og markspyrna. Já, meðanst þetta Káramenn hefðu nú getað gert betur úr þessari stöðu. En markalaust ennþá. Kemur markspyrnan. Hún finnur Samherja, en Páll Sindri með tekur annan boltan. Páll virðist vera í fínasta formi hérna. Jón. Páll Sindri auðvitað var í liði Kórdrengja, lungan úr síðasta tímabili en kom aftur í Kára síðla sumars. Andri, smá miskilningur hérna milli hans og Sigurjóns. Og boltinn aftur fyrir vel lesið þarna á Birgir Þór. Marino með nóg pláss hérna. Finnur Jón, hann tilbaka á Pál. Hann leið með sendingu, þarna skrýtna beint í mótherja. Töluvert af fótboltaleikjum í kvöld. Bæði Kjarnafæðismótið og bæði kalla á kvenna og fótbolti.net mótið. Nokkri leikir aðrir en þessi. En Garðar læðir honum hérna inn fyrir en vel tímasett útlaup þarna hjá markverði KFR-inga en kastið ekki eins gott hins vegar. En Káramenn eru þeir sem eru að ógna hérna í þessum leik fyrsta korterið og eflaust má búast við að leikurinn verði miklu leyti til spilaður á vallarhelmingi KFR sem að leikur í 4. deild. Jón nálgast vítateiginn. Andri ætlaði að finna hann þarna aftur en gekk ekki og þá svo sem skipti ekki öllu máli þó að Jón væri tekinn niður. Birgir Steinn skallar þetta. Já, heyrðir þetta. Sendingin inn á teiginn en Marvin ekki í neinum vandræðum með þetta. Finnur síðan Andra sem setur hann tilbaka á Gylfa Veigar. Og þá byrja Káramenn að byggja upp sókn. Svona mætir boltanum, finnur síðan Garðar, Garðar að snúa, togaði í hann hérna en hann kemur hann aftur á Andra en vörnamúrin þéttur hérna fyrir miðunni. Jón Vilhelm reynir að lukka honum inn. Þetta svolítið þröngt akkurat hérna. Þeir eru þéttir hérna fyrir miðri vörninni. Og Fylkir úti, hægri á Sigurjón. Sigurjón gerir þetta vel. Með boltan fyrir. Þeir eru á undan Garðar í boltan hana og hornspyrna dæmd.
Þetta sennilega fyrsta hornspyrnan í leiknum. Það eru Káramenn sem að eiga hana. Hornspyrnu sérfræðingurinn Jón Vilhelm Ákason tekur hana hérna frá hægri. Hann gerði garðinn frægan hérna eins og kannski muna eftir en hann skoraði úr 2 hornspyrnum í röð beint. Jón með falleg skæri hérna, fær ekki aukaspyrnuna. Kemur boltinn síðan inn á teginn, hreinsa frá. Þá koma gestirnir. Margir hérna, Birgir Steinn með frábæra tæklingu og kemur hún síðan alveg frá í annari tilraun. Birgir Þór Sverrisson tilbaka á Marvin. Kemur Birgir Steinn. Það er ekki að halda boltanum að það en það er innkast dæmt. Það er frábær snúningur hjá Jóni. Lyftir hún síðan hérna í áttina Andra sem fleytir honum áfram en nær ekki að finna samherja. Þetta er vel gert hérna hjá leikmann nummer 21 hjá KFR sem lyftir honum síðan hérna út til hægri. Og boltinn hérna inn á vítateginn. Birgir Steinn stígur út þennan leikmann. Þetta var gert af bæði svona nokkri sentimetrar og einhver ár sýnist mér líka sem að muna hana. Fylkir á Garðar Bergmann sem að lyftir honum upp í hornið á Andra. Vantar stuðninginn hérna, enginn Káramaður kominn inn á teginn. Andri fer af stað. Nær að halda boltanum hérna með smá herkjum. Páll Sindri, fína snúning. Sér Sigurjón, hann er ekki ánægður með sig hérna. Byrjaði leikinn á 2 alveg stórglæsilegum sendingum. Síðan þá hefur honum ekki gengið sem skildi að finna samherja. Þetta stoppar á Birgi Steini. Hann á nafna sinn, Sverrisson. Það er komnar 20 mínútur á klukkuna og ekkert mark komið enn hérna. Þó að Káramenn séu búin að mása og blása. En kemur núna langur bolti hérna, ætlaði Garðar með ótrúlega mikið pláss hérna. Nær að taka hann en svo sem er rekinn út aftur. Hann á Birgi Steinn sem að lyftir hún núna hérna á Andra. Andri með fína móttöku. Sem setur hann inn á frábært mark. Jón Vilhelm Ákason skallar hann hér í stöngin og inn. Staðan 1-0. Virkilega falleg sókn hérna. Birgi Steinn með langan bolta fyrst yfir á Andra. Og sendingin frá Andra Júl fyrirgjöfin. Alveg frábær móttakan hérna. Föst Jón skallar hann hér í fjærhorni stönginin. Virkilega vel gert. Þarna þekkjum maður þessa leikmenn. Þessi sókn var káraleg. Það er gaman að sjá. En það tók 21 mínútu, eða 22, að brjóta ísinn. En nú er spurning hvort að þessu verður fylgt eftir með nokkrum í viðbót. En fram að þessu hafði nú vörngestana haldið nokkuð vel. Og kemur erfiður bolti á Marvin. Hann tekur hann reyndar virkilega vel við boltanum hérna. Setur hann svo langan fram. Það er svona smá barátta hérna í gestunum. Strax eftir þetta mark.
frægur þessi strákur hérna. Leitar inn á miðsvæðið og fer í skotið og þetta var virkilega vel gert. Og Marvin ver þetta með tilþrifum. Sjáum við þennan sprett hérna, hann búinn að gera þetta núna í 2-3 gang þessi strákur. Og skotið alveg feikna fast og þetta á leiðin undir slána. Og Marvin þurfti að taka á öllu sínu til þess að halda þessum úti. Nú fyrsta hornspyrna KFR. Boltinn hérna út í teiginn á þennan leikmann númer 7 hérna sem að ógnar. Boltinn út, skot í varnarmann, Jón Vilhelm fyrir hérna. Og þeir eru ekkert hættir. En Gylfi Veigar kemur þessu frá en þetta ekki búið. Boltinn inn á teiginn, Birgir Steinn til varnar. Og Birgir Steinn og Guðmundur Valgeirsson flaggar hérna. Og Birgir Steinn og félagar þarna í einhverjum. Þetta nú algjör óþarfi. Við höfum kannski séð hvað átti sér stað þarna. Þetta allavega endaði með því að Birgir fann einhverja ástæðu til þess að svara eitthvað fyrir sig þarna. Við höfum ekki með þetta því miður. Enda búið að leysa þetta á feiknarlega fagmannlegan hátt hjá Steinari Berg Sævarsinni. Allir bara góðir. Þannig á það að vera í þessum leikjum. Kemur Fylkir lyftir honum hérna í áttina. Garðar kemur á móti boltanum. Þetta vel gert. Þetta svona, þeir eru búin að vera að finna Garðar nokkru sinnum hérna. En það hafi ekki alveg tekist eins og það sem hann var að gera núna að reyna að fleyta honum síðan á. En þá vantar að fá hlaupinn í kringum hann. Sigurjón tekur á strauji, fær fínan bolta hérna frá Páli. Boltinn fastu fyrir og Garðar í skoti. En það vel framhjá. Aftur fínt uppspil hérna. Þetta Páll Sindri með mjög fína nákvæma sendingu á Sigurjón. En Garðar nær ekki að stýra þessu á markið. En aðdragandinn virkilega góður. Markspyrnan, Birgir Steinn mættur hérna nokkuð framalega til að berjast hérna bolta. Marino, þetta ljótt brot. Marino Hilmar tekið niður hérna og þetta vantarlega gult spjald á loft hér á leikmann númer 3 hjá KFR. Vorum að Marino Hilmar sé nú ekki illa farin eftir þetta, en þetta var nokkuð hressileg tækling og þarna rauninni ekkert að hugsa boltan virðist vera þessum myndum að sjá boltinn löngu farin. Og Marino sár kvalinn hafða. Og Sveinbjörn allra handa Hlöðversson. Kári sjálfur mættur á staðinn. Tekur þessa miklu æruleysi. Myndar spreyið, það eins og hafi farið eitthvað, hann hefur fengið hérna högg á öklan. Mönnum fellir ekki verð hver hendi, þetta ekki Andri Júl sem hérna líka að spreyja. En Marino fann klálega fyrir þessu broti. Og vonum að hann sé heill. Hann á nú ekki að þurfa að fara að velli væntanlega þegar það var gefið gult spjald. Nei. En aukaspyrna hérna sem Páll Sindri á hérna að taka fyrir Káramenn út á kantinum. Birgir Steinn kominn inn á teiginn. Kemur boltinn inn á Fylkir, rétt missir á honum. Skalla frá Birgir Þór út til vinstri aftur á Pál Sindra. Páll kemst upp að endamörkum, kominn inn á vítateiginn, ætlar að leggja hann út en þar eru bara varnarmenn. Birgir Steinn mættur að loka. Þeir koma þessu frá en Birgir Þór gerir þetta vel, finnur Andra, þeir halda pressunni. Andri á Jón Vilhelm, hann á Garðar síðan ætlar að finna Pál Sindra sem að setur hann í netið. Engin rangstaða, ég held að þetta sé rétt. Frábærlega spilað hérna í gegnum vörnina hjá Káramönnum sem endar með fallegu marki hjá Páli Sindra Einarsinni.
Andri þeir halda pressunni á þeim. Jón með góðan snúning. Garðar. Þarna vildu þeir fá rangstuð á Pál Sindra. Það var allavega mjög tæft. Þannig að það er ómögulegt að sjá hvort að en virkilega vel spilað hjá Káramönnum. Þarna kannast maður við á. Fara þeir í háa pressu. Kemur löng spyrna inn fyrir Birgir Þór. Kemur síðan langur bolti inn að teignum en Marvin ekki í neinu vandræðum. Þetta verður að viðurkennast, þetta bitlaust og svona fyrir utan þetta frábæra skot sem hann átti hérna þessi ungi maður nummer 7 hérna. Hefur svona staðið upp úr liði gestanna svona að mínum að þetta hinga til. En við höfum því miður ekki nafnið á þessum leikmanni frekar en öðrum hjá KFR. Það er vandinn við þetta mót. Menn er ekki alveg að leggja eins mikla vinnu í leikskýrslugerðin og annað. Við finnst að það ætti að setja svolítið metnað í það hvort að KSÍ gerir það eða Fótbolti.net eða hverjir það eru. En auðvitað í þessum leikjum eru lið ofta að nota og prófa leikmenn sem er ekki endilega skráði leikmenn hjá þeim. Það kannski flækir málina aðeins og það er þetta kerfið hjá KSÍ ef að menn eru ekki inn í því. En það er önnur saga. Páll Sindri núna kemur niður á milli hafsendana. Páll Sindri og Jón Vilhelm aftastir. Páll Sindri setur hann hérna inn fyrir á Sigurjón sem er rangstæður þetta sinn. Já, en sendingin hjá Páli nákvæm. Hálftími liðin, staðan 2-0. 2 mjög góð mörk hjá Káramönnum. Keimlík að því leitinu til að þeir koma bæði eftir fyrirgjöf frá hægri. Kemur langur bolti fram og hér er höfuðhögg. Boltinn skallaður hérna stuttufæri í hnakkan. Þetta er ekki þægilegt. Og það er engin gífurlegur asi á bekknum. Þetta er óþægilegt. Þessi boltar er nefnilega, ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því. Þeir eru töluvert harðir. Mikið loft í þeim. Og ekki hjálpa kuldin heldur við það. Gera það eitthvað mýkri. En Steinar gerir þið eina rétta, stöðva leikinn. Kannski ágætt að nota tækifærið og minna á að við erum aftur á dagskrá hérna á morgun í hádeginu þegar IA tekur á móti HK í Fótbolti.net mótinu í meistaralokku kalla. Já, IA tekur á móti HK og hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að missa ekki að því. Það er einhver önnur sjónvarpsstöð sem auglýsti sig einhvern tíðan sem besta sætið. Við getum auglýst okkur kannski sem eina sætið. Þannig að þið missið ekki að því. Fótboltinn á Akranesi, hann mun fá að njóta sín hérna á IA TV. Þennan vetur eins og aðra. Við erum búin að bíða óþreifi fullir eins og leikmenn og þjálfarar. Jón Vilhelm fer í skotið en hann er vel staðsettur í markinu. Jón Vilhelm óhræddur hérna láta vaða af einhverjum 30 metra færi. Og það virkar voða einfalt en að halda boltanum niðri er ekkert á allra færi. Fylkir setur hann út til hægri og Sigurjón nær þessu. Sigurjón inn á teiginn, þetta er yfir Garðar. Þeir ná að koma þessu frá. Nú er
leikmaður KFR tilbúin að koma inn á. Og hann fær leyfi núna þegar leikurinn kominn fram hjá. Þá eru Kára með konu með boltan aftur og geta farið að byggja upp inn á sóknina. Gylfi á Fylki, fær hann aftur. Páll Sindri núna hérna aftastur að stjórna spilinu. Garðar kominn hérna vel aftarlega að koma sér í snertingu við leikinn. En Andri og Marino halda sig hérna vel framalega. Gylfi að finna Fylki, þetta aðeins og framalega og þessi fer í loftið. Þá var það Steinar dómari sem að lætur hann falla. 10 mínútur eftir rétt rúmar af þetta fáum bara hérna fínustu sendingu innfyrir frá Gylfa Vegari strax eftir dómarakastið. En já, er það hotspinna eða innkast? Það er innkast. Sigurjón reynir að finna Andra, tekst ekki, þeir koma þessu frá. En allt lið KFR er bara hérna inn á síðasta fjórðungi hreinlega, eigin fjórðungi skulum við segja. Páll ekki í boltanum núna. Kemur Andri aftur á Páll missir hann aðeins. Ég held að hann næði honum hérna en sendingin aðeins og föst. Birkir Þór í mikilli baráttu þarna og aukaspyrna síðan dæmd. Guðmundur Valgeirsson aðstoðardómari 1 þarna, alveg viss í sinni sök. Gylfi. Sigurjón fer á stað. Nei, fær ekki sendinguna, Gylfi hætti við. Og Páll Sindri mættur þarna niður, vinnur Jón. Jón tilbaka á Birgir Stein. Birgir yfir á Gylfa. Þetta er vel gert. Sendingin upp í hornið. En Páll Sindri Einarsson mættur til varnar. Sendingin tilbaka á Marvin sem að losar hann hérna langt. Beint á kassan á Jóni Vilhelm sem finnur Marino. Fylkir býður sig upp í horninu, frábær sending. Fylkir með sendinguna fyrir, þetta er skalla frá. Já. Með þessum liðum í riðli eru Árborg og KVAF og á næsta föstudag koma KVAF menn í heimsókn hérna í Akraneshöllina sem spila á móti Kára. Þetta er í C-deildinni hjá ifotbolti.net. Kemur sendingin fyrir markið, Marvin nær að grípa þennan undir töluverðri pressu. Marvin, hessur á hár og upp í loft. Það er Jón sem að kemur þessu yfir á koma þeir með langa bolta hérna sem að Gylfi Veigar skalla frá.
Páll Sindri hreinsar þetta síðan upp. Jón með frábæra móttöku hérna en Garðar nær ekki að halda þessum varnarmannum fyrir aftan sig hérna. Fylkir út á Kristján. Nei, Sigurjón fyrirgefi. Andri snýr. Færir hann yfir og Birgi Steinn. Á Jón Vilhelm. Þetta eru reknir tilbaka. Jón aftur á Birgi Steinn. Gylfi Veigar. Yfir á Birgi Þór. Þeir liggja þétt og djúpt tilbaka. Rangaðingar, kemur boltinn í gegn á Garðar og hann er rangstæður hérna. Það náði hann ekki almennilega til boltans. Káramenn í smá pressu, ná nú að leysa það. Kemur langur bolti en Birgir Þór hitti boltan illa þarna. En nær honum aftur. Missir hann þó. Sendingin tilbaka. Kemur skotið og það er yfir markið, rétt yfir markið. Og þetta fer af varnarmanni, já, ég held að það sé rétt. Það var þannig flug á boltanum. Mikið barátta þarna, það er fyrirliðin númer 4 sem á þetta skot. Það fer af Birgi Steini og í þennan kunnulega boga. Sjáum hérna varamenn Kára, allir að hita upp. Kemur boltinn inn á teiginn, Birgi Steinn nær ekki en Andri hirðir hann. Og brotið á honum. 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Og Káramenn með í þægilegri stöðu en þeir hefur tekist að ógna þeim nokkrum sinnum hérna gestunum. Jón Vilhelm undir pressu hérna og brotið á honum. Réttilega dæmt. Fann alveg fyrir þessu, Jón. Gylfi. Já, Pál. Jón aftur á Pál. Birkir nær að vinna innkast þarna. Kemur kastið, Marino Hilma missir af honum. Fer í pressuna. Og markspyrna dæmd. Já, þeir eru kaldir að spila út úr þessu hérna. Garðar í stífri pressu hérna og eins og fleiri Káramenn, Páll. Búið að flagga og ég veit ekki hvað það var. Þeir eru í góðu sambandi, talstöðasambandi, þannig að ég veit hvort það hefur verið dæmt. Hann hefur verið að flagga aukaspyrnu, ekki, ég er að rangstaða á Jón, ég er ekki viss að, ég held að flaggið hafi verið komið upp þarna áður. Þá mun þetta sjá. Kemur fínt bolti upp í hægra hornið, sendingin fyrir markið, Gylfi Veigar. Kemur hann tilbaka á Marvin sem að hreinsar þetta síðan frá. Og Marino nær að taka niður, finnur Pál, hann og Jón. Pál síðan á Fylki. Fylki nær að snúa, Sigurjón er farinn á stað, fær hann. Sigurjón finnur Garðar, Garðar snýr. Lyftir honum yfir til vinstri á Marino á Jón. Páll. Stutt á Andri í smá klafsi þarna. Hann hafi viljað að fá aukaspyrnu þarna. Misti af boltanum þegar hann var að komast inn á vítateiginn.
En Káramenn ennþá með boltan. Jón togaði hann og aukaspyrna hann á hættulegum stað sem að Káramenn eiga. Þetta hér, það svona nett knús þarna. Þetta svona besta tækifæri margra þessara manna að fá svona einhverja líkamlega nánd þessa mundir. Þannig að það er kannski ekkert óeðlilegt að menn togi og grípi í hvern annan aðeins. Páll með boltan inn á fjær og það er Andri Júl í dauða færi en skallar þessu beint á markvörðinn. Hann var hérna bara á einhverjum 1,5 meters færi. Kemur séðan langur bolti hérna fram, auðvelt fyrir Gylfa. Gylfi finnur Marino, setur hann tilbaka á Pál. Jón missir á honum en það kemur ekki sök. Andri Júl, Marino er með honum. Fær hann hér, brotið sig hann á Andra og aukaspyrna hérna á stórhættulegum stað og nú fáum við skot frá Jóni Vilhelm. Ég held að geti bara ekki annað verið. Nú erum við að fá gult spjald á loft, já. Sá nú ekki á hvern það var. Andri, já, það er leikmaður með 17 sem keyrir Andra hérna bara niður. En Andri er staðinn upp. Það er Garðar Bergmann sem ætlar að fá að taka þetta. Hér sjáum við skallafærið hjá Andra. Sjáum við hvað, hann er algjörlega ofan í markinu en skallar hann hérna svona frekar máttlítið niður. Mér sýnist að vera Garðar sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Það er nú svo sem ekki síðri spyrnumaður en Jón. Kemur skotið, það er máttlaust vel yfir markið. Já, þetta þýðir bara eitt held ég að Jón Vilhelm tekur næstu af þessu færi. Þá er venjulegur leiktími liðinn hérna í fyrri hálfleiknum. Og eflaust, kannski bætir Steinar einhverju við. Það er einhver örlítið af meiðslum sem að hafa stoppað leikinn. Páll Sindri vinnur boltan, nær ekki að finna samherja. Kemur sendingin fram, Gylfi Veigar, velvakandi. Jón og Páll, þetta er skemmtilega spilað hjá þeim hérna inn á miðjunni. Sigurjón með mjög slæma móttöku. Það fá þeir hérna kannski eitt tækifæri í lokin. Hann er, eins og ég segi, búinn að vera þeirra sprækast. Hér er togað, Sigurjón togar hann niður hérna. Virkilega sprækur þessi leikmaður nummer 7 hérna hjá KFR. Svona í pínlítið öðrum klassa bara, finnst mér einhvern veginn. En Sigurjón er að ná sér í gult spjald. Togar hérna í hann aðeins. Og aukaspyrna bara á hættulegum stað. Hérna, þetta er væntanlega síðasta atvikið í fyrri hálfleik, myndi ég halda. Kemur spyrna, hún er beint í vegginn. Þeir garga hendi. Garðar nær ekki að finna Andri brýtur af sér hérna væntanlega, já. Það er leikmaður númer 17 sem að fekk hann hérna. Andra er skemmt, það er, en ég held að þetta sé rétt. Ætli þeir fái annað tækifæri hérna undir lok fyrri hálfleiksins. Steinar er klár með flautuna, Birgir Steinn skallar þetta frá og þá flautar hann til hálfleiks. Staðan 2-0 hérna fyrir Kára gegn KFR í hálfleik. Það er spurning hvort að við fáum ekki að sjá mörkin áður en að við förum í smá pásu. Það var vist Jón Vilhelm Ákason sem að skoraði fallegt skallamark hérna eftir góðan undirbúning, frábær fyrirgjöf hjá Andra og hann er að sneiða hann hérna af varnarmanni
í stöngin og inn fjær. Síðan það Andri Júl sem að bætti við öðru markinu. Ja, Páll Sindri fyrirgefið Einarsson sem að skoraði þetta mark. En þá smá hlé hjá okkur og við komum aftur með síðari hálfleikinn. Von bráðar, ekki fara langt.
Já, komið sæl aftur, þá þetta að fara að rúlla af stað einhverjar breytingar hérna, allavega ein sem ég sé hérna í fljótu bragði, Gylfi Brynjar Stefánsson að koma inn á í lið Kára, mér sýnist að vera fyrir Jón Vilhelm Ákason. Já, Gylfi Brynjar kemur inn á hægri kantinn, Andri Júl dettur þá væntanlega í stöðunar Jóns á miðjunni, sýnist mér. En að öðru leyti allt óbreytt. Mögulega einhverjar skiptingar hjá gestunum, sé það svo sem ekki í mjög fljótu bragði. En lið heimamanna þannig skipað að Marvin Steinarsson er í markinu, síðan er með kemur, nei, hér er höfuð högg en hann stendur brosandi upp. Já, ég ætla að fara yfir þeir nafnarnir Birgir Þór Sverrisson og Birgir Steinn Ellingsen eru í vinstra megin í varnarlínunni, Gylfi Veigar og Sigurjón Borgússon í hægra megin í vörninni, Páll Sindri Einarsson, Andri Júl og Fylkir Jónsson eru á miðjunni og síðan er það Marín og Hilmar Garðar Gunnlaugs og Gylfi Brynjar sem eru í framlínunni. Veit því miður ekkert aðkomulið, engin leikskýrsla frá þeim, þannig að Sigurjón vinnur boltann, gestirnir búin að ná honum aftur. Sigurjón á Gylfa, Gylfi á Fylki, fær hann aftur, vel spilað hérna, Andri skilur hann eftir fyrir Pál Sindra, sendingi frá honum, aðeins og löng fyrir Sigurjón. Það hefur verið markmannsskipti hjá gestunum. Byrjar hér á því að setja hann aftur fyrir og hotspinna. Og það er Andri Júliusson sem ætlar að taka þessa spinnu. Kemur boltinn inn á teiginn, Garðar stekkur hæst, skallar, Fylkir, hirðir hann upp, setur hann aftur út á Andra. Andri á Fylki með fína sendingu aftur á Andra, Andri komin upp að endamörkum, setur hann fastan fyrir og það er Sigurjón sem að setur boltan í netið og kemur Káramönnum í 3-0. Virkilega vel gert þarna, þessi flétta hjá Andra og Fylki sem að skóp þetta. Sjáum hérna frábær sending hjá Fylki og sendingin föst fyrir og Sigurjón Logi setur hann undir slána, virkilega vel gert. 3-0, þurftum ekki að bíða lengi eftir fyrsta markinu í síðara hálfleik. Þurftum að bíða 22 mínútur í fyrra hálfleiknum. En Káramenn að rúmta þessu heim. Garðar í pressuna, munar litla að ná við boltanum hana. Sending hérna út á hægri kantinn, vel gert hérna. Og komir hérna upp í hægra horni, það er Kitty segja þær, boltinn inn á fjær og frábær vörn hérna, það er Sigurjón og boltinn aftur fyrir og hotspinna. Dæmt ágætis upplaup hérna hjá gestunum, þeir hafa alveg mynd á sig hérna reglulega í leiknum. eins og einhver góður lýsari kallaði það átt sýnd veiðin ekki gefin. Kemur hotspinnaðan inn á tegin, Andri stekkur hæst, skallar þetta áfram en boltinn ennþá inn á tegnum, Birgir Steinn skallar frá. Síðan kemur skotið og það er fram í markinu. Já, þeim hefur tekist að ógna marki Kára nokkrum sinnum hérna í leiknum. Sjáum þetta hérna. Skotið, þetta var ekki langt framhjá. Kannski 1,5 metra eða svo.
Gylfi Veigar. Birgir Steinn. Marino kemur tilbaka, fær hann hérna. Hann pressaður tilbaka. Marvin hérna langt út úr markinu, sendingin frá honum. Slök hérna á Birgi. Vel gegn, fínn snúningur hérna. Frábærlega gert hérna. Og kemur skotið, Marvin framarlega í markinu en hann nær að vinna tilbaka. Enn eitt langskotið sem að stríða Marvini hérna í markinu hjá Káramönnum. Garðar kemur djúpt að sækja boltan hérna. Má nú ekki við marknum hérna. En kemur ekki sög. Káramönn ennþá með boltan. Gylfi á yfir á Birgir Steinn. Press vilja þær fá hérna, pressa hátt. Gylfi Brynjar nær ekki að alveg að ákveða hvað hann ætlar að gera hérna. Kemur rauðsók sem að stoppar eða hvað, nei, þeir hann á að halda þessu lifandi. Hérna kemur sendingin yfir, þetta fín skipting. Reynaðir svipaða fléttu og þeir Andri og Fylkir á hann, en það tókst ekki vel hjá þeim að þessu sinni. Páll á Andri, Gylfi Brynjar, nei, það Garðar. Og Garðar notar hérna aðstæðing til að koma honum á Gylfa. Kemur langur bolti. Garðar hérna í hlaupinu, byrja ekki sá það en sendingin ekki nógu góð. Og fara Káramenn í háa pressu. Kemur sendingin inn á miðsvæði, en móttakan svíkur hérna. Gylfi síðan með langan bolta beint á Garðar. Ætlar að reyna að koma honum inn á Andra, tekst ekki. Þá koma þeir hérna 5 á 5. Gestirnir. Það hann hérna út á kantinn, númer 7. Kemur inn á völlinn fyrir skotið, beint á Marvin. Hann snöggur að koma þess á Marino. Marino finnur Andra, togaði hann, en leikurinn heldur áfram. Sendingin frá Páli Sindra, ekki nóg góð. Páll búinn að vera svona on-off í þessum leik. Átt nokkrar alveg stórkostlega sendingar, en segjan svona, einmitt, hann manna óanaðastur með það þegar það takast ekki þessar einfaldari jafnvel. Það á eftir að koma, það svona vorbragur á þessu. Gylfi skallar tilbaka á Marvin. Fylkir kemur hérna upp með boltan. Ekkert að flýta sér núna Káramenn. Gylfi með háan bolta inn á teginn, skalla frá. Andri vinnur hann aftur. Og Páll truflar á hérna í uppfylnu. En gestirnir halda boltanum, fín sending hérna, góð móttaka. Færaði yfir til vinstri. Þarna nú þeirra hættulegasti maður að fá boltan. Fer í árásina. Fínn snúningur hérna. Sigurjón ekki, hann slapp með þetta. Virtist nú hrindi bakið á honum hérna. En þið getið metið þetta svo sem frábær snúningur hjá honum hérna. Já, ég held að hann getur nú verið ósáttur með að fá ekki neitt fyrir sinn snúð þarna.
Garðar og Gylfi Brynjar í smá samvinnu hérna, frábær sending inn fyrir og Garðar í skotið en nær ekki að setja þetta á rammann. Garðar þyrfti svo að fara að finna markið sem fyrst en þetta var listilega falleg sending hérna hjá Gylfa Brynjari, hárnákvæm. Undir pressu sem að Marvin hérna bara út á miðjum eigin vallarhelmingi. Birgir Steinn kemst fram hjá einum, setur hann síðan hérna upp í hornið, allt og fast fyrir Birgir Þór. Fá að sjá aftur þetta hérna færi. Garðar kannski bara að flýta sér full mikið hérna að afgreiða þetta. Andri með fína pressu hérna, nú Garðar í þessi var á leiðinni í skeytin. Hann fór vitleysu megin við stöngina. Þetta var fín pressa hérna hjá Andra. Full kæruleysislegt hérna. Ætlaði bara að setja hann hérna í fjær. En Garðar óöppinn hérna, að setja hann ekki í vinkilinn. Káramenn í pressuna, þeir losa þetta þá langt beint á Fylki. Fylki skallar þess á Garðar, hann finnur sem Pál. Palli út á Marino. Marino fer í árásina, missir hann og langt frá sér. Og aftur fyrir rétt, rúmar 11 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Við erum búin að fá eitt mark hérna í seinni hálfleiknum. Sendingin út til hægri, Birgir Sverris í fínni pressu, fekk hjálparnar af Páli. Marino reynir að finna Garðar, tekst ekki. Nú svolítið að leita að Garðar núna, það er ágætt. Andri á Garðar, Garðar, sendingin ekki góð þarna yfir. Hann er búinn að vinna boltan aftur en missa hann aftur. Sigurjón hann brýtur af sér. Er á gulu spjaldi, gleymið því ekki. Snöggir að taka þetta. Fínasti sprettur hérna. Komin inn á upp að endamörkum en missir hann aftur fyrir. Fínasti sprettur hérna. Boltinn út til hægri, Fylkir. Garðar kemur tilbaka, leggur hann aftur á Fylki, Fylki síðan með lengri bolta. Þeir þurfa að losa þetta út af. Frábærlega spilað hjá Káramönnum hérna núna. Vantaði herslumuninn hérna. Svona að þetta tækist hjá þeim. Þá koma þeir hérna, þetta er væntanlega rangstaða, já. Hárrétt. Hélt línunni vel hérna. Þannig stóð dómarinn. Það var aðeins og snöggur. Alltaf út á Gylfa Brynjar, hann á Garðar. Garðar er að snúa. Garðar, Andri með honum, reynir að læða honum hérna inn á Fylki, tekst ekki. Gylfi missir hann frá sér hérna í móttökunni. Þá kemur þessi maður hérna númer 7. Gylfi hleypur hann uppi og nær boltanum. Þetta er, ég ætla að rósa Steinari fyrir þetta. Ég gat ekki betur séð en að Gylfi hefði bara náð að pota boltanum frá honum hérna. En báður á mikilli ferð og hann misti jafnvægið og allt það. En fá náum kannski að sjá þetta aftur hérna á eftir þegar hægist.
Gylfi Dá Sigurjón, 2 leikmenn klárir á bekknum hjá Kára að koma inn á. Fylki með góða sendingu hérna, fín móttaka hjá Gylfa, hann með boltan fyrir, þar Garðar Bergmann og að skora loksins Garðar Bergmann Gunnlaugsson. Gestirnir ekki sáttir en þarna það hlaut að koma að því, frábær sending hjá Fylki og sjáðu móttökuna hérna hjá Gylfa, allt 100% og Garðar Bergmann setur hann auðveldlega í markið. Já, svo sjáum aftur hérna þessa tæklingu hjá Gylfa. Gylfi er náttúrulega gríðarlega fljótur hérna, sjáum hérna potar hann í boltan og sjáum að Birgir Þór Sverrisson að koma af velli, inn að kemur Haraldur Stulluson og hver var annar sem fór út af? Það Sigurjón og Aron Snær Guðjónsson að koma einnig inn á og mér sýndist það einmitt vera báðir, neða ekki bakverðirnir, það hérna Gylfi Veigar sem að hefur komið að leikulli líka. Sigurjón færi sig þá í hafsendin og Aron kemur inn á miðuna, smá tilfæringar hérna. Það var hann búinn að vinna boltan aftur. Sigurjón sem sagt hérna kemur inn í miðjavörnina, Haraldur út í hægri bakvörðinn, Fylkir dettur niður í vinstri bakk. Páll Sindri sækir boltan, kemur með hann langan, þetta þekkjum við. Þetta það sem eitt af því sem mörgur sem Páll Sindri færir þessu Káraliði sem já, ég myndi segja að þeir hefðu saknað meðan að hann var fjarverandi bæði í vestra og kórdrengjum að nákvæmlega þessar sendingar sem voru svo einkennandi fyrir spilamennsku og sóknarleik Káramanna hérna þegar þeir voru upp á sitt besta. að reyna gestirnir að sækja Birgir Steinn og hér einhver pirringur að eiga sér stað og Steinar ákveður að stoppa leikinn og róa menn aðeins niður, broti á Birgir Steini þarna. Aron Snær fæddur 2002. Gylfi við það ná að koma boltanum fyrir aftur þarna og hotspilna. Það er bara spurningin hvort að fer að draga af gestunum og Káramenn geti farið að raða inn mörkum hérna. Það verður einhver markasúpa hérna undir lokin. Hver veit, kemur hotspilna Haraldur sem með hana Andri skallar hann. Það voru þarna að þvælast hvor í öðrum, hann og Birgir Steinn. En boltinn langt framhjá. Taka þetta stutt, kemur langur bolti út til hægri, Fylkir notaði nú hendurnar aðeins þarna. Þessi sending frekar kæruleysisleg og Birgir Steinn setur hann út af undir pressu.
Aukaspyrna dæmd. Kemur langur bolti fram, Sigurjón kemur sér frá en þeir vinna frákastið. Sendingin tilbaka. Marino í baráttunni, brýtur af sig síðan hérna. Biðst afsökunar eins og góður að manna þessi yður. Fáðir tækifæri hérna. Gestirnir að fjölmenna inn á teiginn. Kemur boltinn inn á teig, skalla frá Sigurjóni. Þeir taka frákasti gestirnir og það er skot vel framhjá. Páll Sindri, snúning hérna aftur, frábærlega gert hjá Páli. Smá misskilningur milli hans og Andra hérna og þeir vinna boltan gestirnir. Nálgast vítateiginn, Birgir Steinn, setur hann tilbaka á Marvin sem að losar hann upp í loft. Skiptingar í undirbúningi hjá gestunum. Virðist nú vera að stórum hluta ungt lið, þetta KFR lið. En skiptingar í undirbúningi á Káramönnum líka. Það í háa pressu núna. Boltinn tilbaka á markmanninn. Kemur honum með herkjum fram hjá Garðari þarna. En Sigurjón á Aron. Boltinn tilbaka á Marvin. Marvin með langa spyrnu beint á varnarmann KFR. Skiptingin út til hægri. Páll Sindri. Fær hann aftur frá Garðari, setur hann síðan inn fyrir á Andra. Andri tekur eitt touch og missir hann aðeins frá sér þarna. Fín varnarvinna. Gerði það sem að þurfti að gera til þess að trufla Andra þarna. Koma gestirnir. Vel gert. Þetta er slök sending. Marino stelur þessu. Missir hann langt frá sér. Innkast sem að Káramenn fá. Munaði nú ekki miklu að Marino næði að komast í þennan bolta. Páll Sindri vinnur boltan fyrir Kára. Marino inn á miðuna og Andra. Hann á Garðar. Garðar keyrður niður en sendingin frá honum á Gylfa Brynjar sem setur hann síðan á Andra hjól en hann er rangstæður. Gylfi hefði betur sleppt þessari sendingu en frábær
hagnaðar, beiting hagnaðarregluna hérna sjáum að Garðar keyrðu niður af leikmanninum sem að fekk gulaspjaldið á hann og Andri Júl, það hérna, hvað, þreföldskipting hjá Kára. Já, Bakir að koma inn á Arnar og Breki Þór Hermannsson, Arnar Már Kárasson og Bakir Anwar Nassar. Svolítið síðan maður sá Bakir spila með Kára. Hann fer í fremstu víglínu. Og Breki Þór fæddur 2003 og Arnar Már 2002. Já, þeir fá tækifæri hérna, 20 mínútur til þess að láta ljósið skína. Fínasta pressa hérna á Gylfa Brynjari. Anwar með flotta, Bakir með flotta snúning og fer síðan í skotið fram hjá markinu. Bakir í pressuna, vinnur boltan hérna, miklu harfylgi, heldur honum, eða hvað, nei, missir hann aftur. Og vinnur innkast, kemur inn með ákveðni hérna. Það er Haraldur með innkastið, það er ekki að finna Arnar hérna, hann vinnur síðan boltan aftur. Á Andra sem að lyftir þessu inn að teginu, þar var engin Káramaður, Gylfi Brynjar eldir þó. Já, spila sig út úr þessu, gera þetta ágætlega. Fín pressa þarna hjá Breka en vantaði nú lítið upp á þeir, slippi gegn hérna, Birgir Steinn vinnur boltan. Arnar, Andri með boltan hátt í loft upp á Harald. Vinna boltan hérna. Arnar í baráttunni, ekkert dæmt og markspyrna dæmt. Það er smá stemming hérna á bekknum. Sýndist Andri Júl vera í einhverjum svona smá rökræðum við á þetta. Bakir tekur boltan niður, brotið á honum hérna en ekki dæmt. Bakir síðan með sendingur inn fyrir og Gylfi rekkur hérna af varnarmanni KFR. Andri búinn að vinna boltan. Frábærlega gert hjá Andra, vinnur, já, hornspyrnu, hlýtur að vera. Já, Andri gerir þetta vel. Og hornspyrna dæmt. Já, hornforvarnir eru komnir. Þeir hafa sennilega verið settir upp í hálfleik. Boltinn inn á nærstöngina, kýlt frá. Þetta var hættulegt. Kárum er búinn að vinna boltan aftur. Aron í mikilli baráttu hérna. Leikurinn heldur að færa að fljóta. Boltinn út til vinstri, það er Andri. Andri gerir þetta vel. Baka á Fylki. Já, koma gestirnir. Þeir eru nú reynda bara núna 2 á 4. Aron bakkar vel, vinnur vel tilbaka, Sigurjón hjálpar. Síðan kemur bara að skota 40 metrum. En Marvin vel með á nótunum. Hann hérna
kannski fyrir þá sem hafa áhuga á ættfræði að þessir strákar sem voru að koma inn á, það er ákveðin tenging. Það eru fyrrum synir, fyrrum leikmanna IA. Það er Haraldur Sturluson, sjálfsögðu sonur Sturlus Haraldssonar. Aron Snær Guðjónsson, sonur Guðjóns Heiðars Sveinssonar og Arnar Már Kárásson, sonur Kára Steins Reynissonar. Þetta er alltaf gaman að halda svona á lofti fyrir þá sem að vilja kynnast leikmönnum betur. Ég veit að það eru nokkrir þarna úti sem hafa mjög mikinn áhuga á ættfræðinni. Taka þetta hot stuð. Haraldur kemur með boltan inn á teginn. Bakir missir af honum. Birgir Steinn bara setur hann inn hérna stuttufæri, bæti við 5. markinu. Birgir Steinn Ellingsen. Sýndist að vera Bakir sem hann fleytti honum áfram hérna. Haraldur með fínan bolta inn á teginn. Já, það er Bakir sem á fyrst skallan og Birgir Steinn þarf ekki að gera mikið til að setja þennan í netið. Markaskorurinn að dreifast vel hérna. Þessi svo sem sigur Káramanna aldrei verið í rauninni spurning frá fyrstu mínútu. Þó að það hafi tekið á einhverju 22 mínútur að skora fyrsta markið. Þá var augljóst í hvað stemdi hérna. Pressa hjá Káramönnum. Kemur langur bolti fram. Ná að losa þetta. Sendingin inn á miðsvæði Steinar Berg hérna aðeins að þvælast fyrir. Leikurinn fær að fljóta. Vel spilað. Boltinn út til hægri. Kemur föst fyrir gjöf. Sigurjón missir þennan aðeins upp í loftið. Og Fylkir síðan kemur þessu frá. Breki áfram. Mikil barátta hérna. Aron kemur síðan á Andra sem að skýtur boltanum bara beint í Breka. Og Káramenn missa boltan. Kemur sendingin upp í hægra horni. Haraldur Sturluson les þetta vel. Kemur boltanum þó ekki á samherja. Líbri taktar hann af. En Káramenn búin að vinna boltan aftur. Arnar. Tilbaka á Harald. Á Arnar. Breki með slæma sendingu. Heppinn þó, nei, hann missir hann aftur. Sendingin hefði nú verið hættulega hérna ef að Birgir Steinn hefði ekki tekið hann. Og Sigurjón að næla sér hérna í sitt annað gula spjald. Og vissi upp á sig skömmina alveg leið. Var lagður á stað út af allt og seinni í þessa tæklingu. Sjáum þetta aftur hérna. Sigurjón Logi. Já, þetta er hárrétt. Sigurjón Logi Bergþórsson. Fær hér rauða spjaldið. 2 gul. Ósáttur með sjálfan sig hérna. Og aukaspyrna hérna. Ég heldur fáum bara skotur þessar aukaspyrnu. Þeir hafa nú verið ansi djarfir í langskotunum í þessum leik. Rangaðingar. Kemur mikið á óvart ef það væri ekki skot úr þessar aukaspyrnu. Já, Sigurjón þarf að yfirgefa varamannabekkin að sjálfsögðu þó að þetta sé æfingamót. Já, Káramenn einu færri. Kemur skotið, það er yfirvegginn en framhjá markinu. Hættu lítið fyrir Marvin í markinu.
Breki undir mikilli pressu, setur hann tilbaka á Aron sem er þá kominn hérna niður í vörnina. Ná að vinna boltan hérna hátt á vellinu núna, þeir fara þeir í pressuna. Aron setur hann fram. Bakir nær ekki til boltans. Kemur sendingin í gegn og rangstaða dæmd. Já, 10 mínútur eftir og það var dæmd rangstaða, þannig að hann ber að taka aukaspyrnuna á þar til gerðum stað. Þessi leikur svona orðinn svona svolítið losaralegur. Gestirnir farnir að pressa hátt. Langur bolti á Arnar sem að setja hann tilbaka á Breka. Þetta er frábærlega spilað. Haraldur á miklum spretti, þetta er aðeins og langt fyrir hann. En hann setur pressuna og vinnur innkast. Haraldur kastar þessu inn á Andra. Andri á Breka. Breki tilbaka á Aron sem að hefur leyst þessu stöðu núna fyrir Sigurjón. Eftir að hann var vísað af velli. Kemur langur bolti fram, Bakir, rangstæður, kom þarna úr rangstöðunni. Guðmundur Valgeirsson, einn ástsælasti dómari Akurnesinga, fyrr og síðar. Gerði þetta allt saman hárrétt. Þeir ágætlega að spila í ágæðstunum og fengið ákveðið sjálfstraust við það að vera einu fleiri. Skotið beint í Birgi Stein. Breki kemur þessu síðan á Fylki. Gylfi Brynjar. Missir boltan. En Karamenn búin að vinna boltan aftur. Fylkir á Marvin. Óhrættir við að spila á Marvin hérna, enda góður í fótunum, eins og þeir segja. Arnar fær hann aftur frá Haraldi. Andri á Fylki. Hann á Breka. Breki setur hann á Andra. Með langa skiptingu yfir á Harald. Setur hann inn fyrir á Arnar. Mér sýnist Guðmundur vera möndla rangstöðu flaggið. Það gerir hann. Aron brýtur af sér hérna. Allir varamenn Kára komnir inn á nema Dino Hodzic sem að fekk þennan bikarafendan fyrir leik sem IATV leikmaður Kára árið 2020. En hann er með, það er samkeppni með þessum markmannstöðum. Marvin náttúrulega gríðarlega efnilegur markmaður hérna og hreinræktaður skagamaður. Hann gerir alveg tilkall til þessara stöðu líka. Kemur skotið, Bakir fyrir. Og kemur sendingin aftur fyrir. Og þannig vilja þær fá hendi eða hvað. Bakir kemur þessu út úr tegnum og út af. Sendingin inn á teginn, Marvin í baráttunni og dæmt brot þarna.
Markmenn fá, hér sjáum við, já, hendi eða ekki hendi. Birgisteinn nú með hendurnar nálægt líkamann og virðist vera, ég ætla ekki að þræta fyrir að mögulega hefur hann farið í hendina, en þetta alltaf erfiðleikar með þetta hendi, bolti í hendi, var það viljandi, óviljandi. Myndi einfalda málin mjög ef það væri bara bannað að snerta með hendinni, sama hverjar forsendurnar eru. En ég held við getum þakkað Roberto Baggio fyrir það að þessi regla svona flókin, var ekki svona flókin en einu sinni. Eflaustur einhverjir fótboltaáhugamenn sem að vita hvað ég er að tala. Ég ætla ekki að fara neitt nánar út í þá sálma. En Káramenn ætlaði að reyna að bæta við mörkum. Dæmt aukaspyrna hérna. Andri Júl fær aukaspyrnu. Andri snöggur að taka þetta. Vel með á nótunum hérna í vörninni. Já, Káramenn fara í pressuna, þrátt fyrir að vera einu færri hérna. Hún ekki alveg eins beitt. Hún ber nú samt árangur. Andri með libratakta hérna. Breki kemur honum aftur á Andri að nálgast vítategin. ætlar hann að fara þetta bara sjálfur. Honum hreint hérna og þetta lítur að vera vítaspyrna, alveg hárrétt. Ég held að það sé engin leið að þræta fyrir þetta. Skulum bara sjá þetta. Jú, þetta og hann búinn að gera svolítið af þessu leikmaður númer 17. Þetta ekki fyrsta skipti sem hann beiti sér svona helst til og harkalega með efri hluta líkamanns. Og komin ákveðin pirringur á varamannabekkin heyrðist mér. En Andri Júl að fara að taka þessa vítaspyrnu. Og Andri í mitt markið. 6-0. Virkilega örugg vítaskytta Andri Júl. En markmaðurinn farinn á stað og gríðarlega öruggt víti. Andri kórunar hérna góðan leik sinn með marki. 6 mörk, 6 marka skorarar. Og það var eitt leikmaður KFR á öfugum vallarhelmingi. Það var endurtöku markspyrnuna, miðuna. Breki vinnur boltan fyrir Kára. Andri missir á honum. Styttist í að ég muni velja mann leiksins. Koma gestirnir. Boltinn inn á teiginn. Aron skallar þetta til hlíðar. Kemur skotið. Marvin ver þetta og heldur honum fyrir utan línuna. Heppinn þarna Marvin. En þetta var stór hættulegt. Gestirnir kannski, ég ætla nú alveg að gefa þeim það. Þeir eiga nú alveg skilið markið í þessum leik. Skotið fast og snúningurinn á boltanum þarna vinsamlegur við Marvin. Og gervigrasið gerði sitt líka. Já, þessi sigur fullkomlega sanngjarn, en ég ætla að segja það. Það væri ekkert ósanngjarnt að KFR fengju mark í þennan leik. Þeir eru búin að ná að ógna nokkrum sinnum, ansir hessilega og verið nálægt í að skora. En þeir eru ekkert af baki dottnir, þeir ætla að halda áfram að reyna hérna.
með töluvert marga hérna fram á við. Hér kemur skoti beint á Marvin, boltinn rekkur út í teginn og þetta skot í innkast. Já, Marvin vel staðsettur þarna. Skotið fast en beint á Marvin. Hann reynir ekki eins og að halda þessu. En þá þetta í 90 mínútur og ég hef ákveðið það að Andri Júlíusson sé maður leiksins úr liði Kára. Já, og báðum liðum. Búinn að vera eins og vanalega gríðarlega vel vinnandi, búinn að leggja upp og skora og búinn að spila hérna einn af þeim fáu leikmönnum sem að búinn að spila alla 90 mínúturnar hérna ásamt Birgi Steini og Marvin í markinu og Fylki. En Andri Júl til hamingju með það, maður leiksins í þessum fyrsta leik ársins 2021. Og spurning hvað Steinar ætlar að bæta við. Þessi leikur náttúrulega, það bara formsatriði að klára þennan leik. Bakir gerir þetta virkilega vel. Bakir búinn að vinna boltan aftur. Reynir sendingunni í gegn. Hann ekki að vinna hornspyrnu. Sendingin allt og föst fyrir Gylfa Brynjar. Birgir Steinn, fyrstur í boltan, að sækja á mörgumönnum hérna. Halda þessi ná. Þeir eru 4-4. En Breki vinnur boltan. Það svona töluverð, svona ákveðin gremja að grípa sig hérna á varmarbekkjuna. Það kannski engin ástæða til þess þegar staðan svona. Það lítið að gerast núna sem að ræður úrslitum í leiknum. En hér það Steinaberg sem að flautar til loka leiksins. 6-0 sigur í þessum fyrsta leik og fyrstu útsendingu okkar á árinu 2021. Káramenn verðskuldaðir sigurvegara. Við skulum kannski rifja upp mörkin. Það var Jón Vilhelm Ákason sem að skoraði fyrsta markið með fallegum skalla eftir frábæra fyrirgjöf frá Andra Júl. Gríðarlega vel gert. Og það var síðan Páll Sindri Einarsson sem að bætti við öðru marki á 28. mínútu í fyrri hálfleik. Andri hér setur hann á Jón Vilhelm, hann á Garðar sem að læðir honum inn fyrirvörnina á Pál Sindra. Fallegur undirbúningur. Sigurjón Logi Bergþórsson fyrirgefiði bætti svo við þriðja markinu í upphafi síðari hálfleiks eftir fallega fléttu milli þeirra Andra og Fylkis. Tekur hérna frákasti og setur hann bara fastan undir slána. Garðar Gunnlaugs komst síðan á blað sem mjög jákvæða fréttir. Skoraði fjórða markið. Gylfi Brynjar hérna með virkilega góðan undirbúning og hárnákvæm sending og vel tímasett hlaup. Birgir Steinn Ellingsen bætti svo 5. markinu við á 77. mínútu. Tóku hornið stutt hérna Haraldur Stullusson. Setur hann inn á teginn, Bakir í baráttunni en Birgir Steinn hreinsar upp, tekur leifarnar og setur hann í netið og það var síðan Andri Júlíusson maður leiksins sem að fáum hérna fyrst rauðaspjaldið á Sigurjón, seinna gulaspjaldið þarna. En það var síðan Andri Júl sem að fekk vítaspyrnuna hérna hárréttur dómur, bara keyrði niður og ekki þetta þræta fyrir þetta. Og skoraði síðan af gríðarlegu öryggi úr vítaspyrnunni. Já, Örn Arnarsson heiti ég. Ég ætla að áður en að við ljúkum þessari útsendingu ætla ég að minna á það að við erum hérna í beinni útsendingu í hádeginu á morgun. Leikurinn hefst klukkan 12 í AHK í fótbolta.net móti Karla. Og síðan næsta föstudag verðum við aftur hérna með leik með Kára, Kári KVF.
En fylgist endilega með, það verður að detta inn dagskráliðir eins og körfubolti og annað, þess sem verður hægt alltaf að sjá á forsíðun okkar, á heimasíðun okkar iatv.is. En áður en í kveð ætla ég að fá að þakka þeim sem voru með mér í þessari útsendingu. Innvala lið Arnar Óðinn Arnþórsson á myndavélinni, Snorri Kristleson stjórnaði útsendingunni og hljóðmaður var Ingimar Elvar Ágústsson. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og bið ykkur vel að lifa og Guðanabænum farið varlega hann úti. Takk hérlega fyrir okkur.